Góðan daginn og velkomin í þáttinn okkar Biblían á mannamáli. Það páskasunnudagur og Birkir Már ætlar að halda áfram með okkur í dag og við ætlum að fjalla núna laugardaginn og sunnudaginn. Hvaða hátíð erum við að halda upp á? Hvers erum við að minnast og hvað gerðist? Ekki bara á sunnudeginum, heldur líka á laugardeginum. Og áður en að við gefum Birgi orðið eða biðjum hann að bregðast við því sem að gerast, þá langar mig aðeins að grípa niður í fara í stuttumáli yfir söguna fram að þessu, ekki bara páskasöguna heldur, ef við tökum alveg bara langt aftur í sköpunina, því að Biblían okkar, hún talar, Guð gefur okkur ekkert val að lifa lífinu eða fara til helvítis. Það aldrei boðið upp á himnaríki eða helvíti. Það boðið upp á líf eða dauða. Og Guð var ekki sáttur við það að missa einn eða neinn í dauðan af mannkyninu. Það verður til staður sem heitir Seol eða Hel, þar sem að sálir mannana hafa komið saman og verið safnað saman á einhverjum stað. Það er erfitt að átta sig á nákvæmlega hvernig staður þetta en það samt sem áður hægt að lesa því gegn að þetta ekki brennandi víti eða neitt slíkt, en þetta þó einhver binding, það ekki mikið frelsi og það tala að þessi eiginlega fangarðar eða lokaðir af í þessu Hel. Og þetta mynd náttúrulega sem dregin upp ástand eftir dauðan fyrir þá sem að farnir á undan öllum öðrum þegar komið að lífi Jesú. Nú var Jesús krossfestur og hann lagður í gröfina, hann deyr og Biblían segir okkur, hann fer inn í þennan stað, þetta Hel, þar sem að allar sálir framliðna fram að því höfðu farið inn og nú fer hann þangað. En hvað í gangi? Hvað gerist núna? Það það sem við ætlum að fjalla hvað. Ég heyrði spurningum daginn og ég heyrði hann oft og þegar kannski líka og ég hafði spurt ykkur að þessu líka. Af hverju kom Jesús? Við erum búin að fjalla svolítið það, en af hverju dó hann? Hvað var svona eða var það bara nauðsynlegt að myndi deyja eða var hann bara deyddur vegna þess að þeir voru ekki sáttir við hann og feldan? Og þá í framhaldinu því, hvaða merkingu hefur þá upprisa hans og af hverju það svona stórkostlegt? Þá ég menna ekki bara það að það náttúrulega stórkostlegt ef einhver lifnar við vitum það, við áttum okkur því, það stórkostlegt, en að hann hafi lifnað við, hvaða merkingu þýðingu hefur það fyrir ekki bæði þig og mig, heldur mannkynið allt. Birkir Már. Já, blessaður Halldór. Velkomin og gleðilega hátíð. Og gleðilega hátíð þið öll sem eru að hlusta að sjálfsögðu, hann upprisinn. Það uppris og hátíð. Algjörlega. Heyrðu Birkir minn, ég var þarna bara með svona örstutta samantekt, ekkert í neinum smáatriðum, bara réttir átt okkur hvarfinu stöddir í umræðinu núna. Þú getur bætt ykkur við þetta, viltu bætt ykkur við þetta sem ég var að tala um? Nei, þetta var bara flott. Já, en hvað í gangi? Hvernig svörum við, ef við yfirleitt getum svarað í, hvernig svörum við þessum spurningum? Þurfti Jesús að deyja, af hverju dó hann og hvernig leysir það mannkynið að hann skyldi deyja og rísa upp? Hvernig gagnast það okkur í ósköpunum að hann skyldi hafa gert þetta? Nákvæmlega. Þetta er svolítið mysteri allt saman. En hins vegar að þá virðist svo vera sem að dauði og upprisa hluti af því hver Guð og hvort kom undan eggið að hænan var það þannig af því að hann þurfti að bjarga mannkyninu eða var það þannig fyrir í bara því hver Guð ég hann ekki alveg á því. Okay. En
við sjáum það bara í náttúrunni. Hvernig dauði og upprisa bara þema allstaðar. Trén, laufin deyja og það eins og tréð sé bara allt að deyja og en í staðinn að þá hluti af trénu sem deyr, en á móti kemur að þá styrkir það sig, rætuna leita meiri í jörðuna og það styrkist þarna að einhver leiti og svo kemur upprisan á vorið. Og þetta ákveður það sem við erum öll að bíða eftir núna. Við erum að bíða eftir upprisu vorsins. Einmitt. Og sólin sest og sólin rís og bara allstaðar í náttúrunni þá sjáum við þetta þema. Og náttúran svolítið eins og málverk Guðs og ef við tökum bara hvaða listamann sem að þá ef þú horfir á listaverkið að þá sérðu hluta af manninn. Þá hann búinn að gefa eitthvað af sér þarna og þú sérð hver viðkomandi þú sérð jafnvel draumans eða óttans eða alls konar. Í náttúrunni þá sérðu myndir af því sem Guð dreymir og það sem hann ætlar sér. Og þess vegna var nú svo auðvelt fyrir Jesú að nota þessar líkingar eins og brauð og vatn og svo framvegis að þegar Guð skapaði kornið og þegar það var til í huga hans, þá hafði hann son sinn í huga. Já, hvernig get ég lýst því, hvernig þú ert sonur minn? Og að því að hann með þetta djúpa samfélag við soninn og sonurinn við hann og þeir eru að lýsa þessu samfélagi með brauði, með mat. Þegar við borðum og nærumst þá styrkjumst við og við gleðjumst og þetta bara hluta af þeirri upplifun sem á sér stað í renningunni, í samfélagi, kærleikssamfélagi föðurins við sonar. Og þannig að við getum séð svolítið náttúruna. Já, það segir í Biblíunni og það segir allavega á einu stað mjög skýrt og svo að gefið til kynna á fjöldastaða að það sem við að fyrst í hennu náttúrulega síðan hennu andlega að það sem við sjáum í náttúrunni nákvæmlega svo að lýsa, það eru myndir upp á andlegan veruleika. Það mætti þá segja sem sagt að til að skilja, við getum kannski aldrei sagt skilja Guð, ég veit ekki einu sinni hvernig maður ætti að byrja að reyna að skilja Guð til fulls, hann það stærri og meiri og dásamlegri og mikill að við getum skilið eitthvað af. Við getum upplifað hann og það kemur einhver skilningur út frá upplifun, bara eins og með Maríu sem hún var með einhver skilning þegar hún braut alumbusta krukkuna og smurði hann olíu. Af því að hún gekk inn í þetta kærleikssamfélag, þá fékk hún meir skilning á Guði heldur en hinir í kringum hana. Og hún hafi pottþétt ekki skilið hvað var í gangi, að það var kannski aðeins meir skilningur af því að hún var að upplifa hann. Já, ég sammála þessu og ég held að sé til að hjálpa okkur að skilja þá alveg gríðarleg samsvörun á milli hins jarneska og hins himneska, við getum orðað þannig, hins náttúrulega og hins andlega og það nánast þess að talist á, þegar Jesús kennur okkur að biðja Faðir vor sem við biðjum yfirleitt þeir sem vilja í lok hvers þáttar hjá okkur að verði þinn vilja og jörðu sem á himni og þetta svona að þetta talar saman og þá og nema að frækorni og sákorni falli í jörðinu og degi þá mun það ekki gefa af sér lífið og allur þessi pakki. Einmitt. Þannig að það er frábær líking og Jesús segir náttúrulega þessa líkingu og hann að tala þarna dauða sinn og upprisu. Já. Og við bara horfum á kartöflu sem fer niður í jörðina og hún deyr, hún ein og hún í myrkri og í vonleysi og hún deyr og verður engu en upprísa margar nýjar kartöflur og það það sem Kristur að gera, hann
samsama sig með okkur, hann tekur á sig í rauninni mannkynið allt og ástand þess og sjúkdóm ástand þess eins og þú talar sjúkdóm og hann deyr og með honum deyr sjúkdómsástand okkar, með honum deyr allt það sem hindrar okkur frá því að vera kærleikur. Bíddu, ég verður aðeins að stoppa hérna. Vera gleði. Þetta nú ekki smá bomba sem þú ert að koma núna, sko. Og ef við lýsum ef við lýsum ástandi mannkynsins, okkar sem einstaklinga og Íslendingur sem þjóðar og bara veröldur allir, mannkynin öllu, í gegnum bara árin og aldirnar, og ef við tökum það vonda sem að við sjáum og gerum og heyrum og erum vitnað og tökum þátt í og allar pakkan, ef það stafar af sjúkdómi, einhverju svona andlegri fátækt, einhverju ást til einhver sem er ekki fallegt, eða bara hvað sem dregur fólk þar inn í, ef við kallum þetta sjúkdóm, ertu að segja það að þegar Jesús kemur og hann deyr, þá taki hann allan þennan pakka með sér, allan þennan sjúkdóm mannkynsins? Já, á einhvern hátt þá gerir hann það sem maður sem hafði ekki hennar sjúkdóm, hann var að lifa eins og kærleikur, hann var að lifa með föðurins uppsprettu sína, eins og við vorum hönnuð til að lifa. Já. En við höfum kosið að gera það ekki. Okay. Og þá eins og við töluðum síðast, þegar við veljum ekki líf og Guð líf, þegar við veljum ekki kærleika og Guð kærleikur, þá veljum við eitthvað annað. Og það þá myrkur eða hatur eða ótti. Já. Andstæða Guðs. Já. Og við erum öll að einhverjum leyti föst í því, við erum öll með gott eðli, við viljum öll vel, það alveg til staðar í okkur öllum, en við erum blinduð, við sjáum ekki skýrt. Og Kristur kom til að taka huluna af augum okkar. Já, okay. Þannig að við sæjum skýrt og þannig að við gætum valið aftur að gera hann að uppspretta okkar. Þannig að við mannkynið skapaði Guðs mynd með kærleik og líf innra með sér, Guðs neistan innra með sér, en vegna þess að við erum frjálsir einstaklingar og megum velja og hafna, við þurftum ekki, það ekki kvöða okkur að elska Guð. Nei, það eins og ég sagði síðan, sko, við getum valið að vera þau sem við vorum sköpuð til að vera, en við getum líka valið að vera einhver annað, öfugt við blómin og dýrin, þau eru bara þau sem eru og eru sátt þannig. Já, en þá það kannski þá sem verður til þegar við erum búin að vera of mikið í þessu ástandi, sko, þá myndum við, eða þá skapast einhver mynd af okkur sjálfum, hver við erum, ég svona og ég hinsegin og þá verður til svona kannski fölsk sjálfsmynd eða fals sjálf og við verðum eitthvað allt annað í hugsun og hegðun heldur en að við erum sköpuð til. Nákvæmlega og þá einmitt, sko, erum við að trúa eitthvað okkur sjálf sem ekki satt, til dæmis að við erum vond eða við erum ömurleg og við erum óverðug og svo framvegis. Já. Það kannski satt með við hvað við höfum gert en það ekki satt með við hvað Guð hefur gert okkur að. Já. Og það munurinn á gamla sáttmálanum, sem sagt gamla testamentinu og nýja testamentinu. Það meðal annars sá munur að gamli sáttmálinn, gamla testamentið tekur bara á því sem við gerum. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki og svo framvegis. Hún tekur ekki á því sem vandamálið
sem hver við erum. Já. Ef ég er fiskur, þá mun ég synda. Það bara þannig. Það þýðir ekki að setja inn á þurrt land og ætlast þess að ég fara að labba. Það bara gengur ekki. Nei. Og eins ef við upplifum okkur óverðu, við upplifum okkur vond, jafnvel misheppnuð, þá munum við hegða okkur þannig og ávextinni verða þannig. En Kristur, hann tók á aðalvandamálinu hver við erum og hann gefur okkur nýja sjálfsmynd í sér. Hann í rauninni gefur okkur þá sjálfsmynd sem hann hefur. Við fáum hana sem gjöf, ekki eitthvað sem við þurfum að vinna okkur inn, heldur við fáum að meðtaka þá stöðu sem bara heilög lýtalaus, börn Guðs með sama hætti og Kristur í augum föðursins. Þannig erum við í augum föðursins núna. Og við þurfum bara að meðtaka það sem gjöf, þá breytist okkar sjálfsmynd. Og þess vegna í Nýja testamentinu, í stað þess að, kirkjurnar í Nýja testamentinu, þau gera alls konar vitleysu. Og Páll skrifaði bréf til að hjálpa þeim og tala um þetta og hitt. En alltaf þegar hann var að taka eitthvað í gegn, sama hversu hæðilegt það var sem við vorum að gera. Ég meina, til dæmis, einhver var að halda fram hjá með konu pappa síns og það var alls konar dót í gangi í sumum kirkjum. Þau voru að hafa brauðsbrotningu sem sagt borða saman og ríka fólkið komið fullt af mat og létu fátæka fólkið í kirkjunni bara borða það litla sem þau höfðu. Skilur, alls konar saman hluti voru í gangi í Korintu. Sýnir þetta mannlega eðli í þessu ástandi. Já. En hvernig tekur hann á því? Jú, hann skammar þau, en hvernig gerir það? Ekki með því að segja að þið eru ömurleg og þið eru misheppnuð, heldur segir hann, hei, þið eru börn ljóssins. Minnir það á hverju þau eru. Hæfðu ykkur þess vegna þannig. Hann minnir þau alltaf á og hann brefið til þeirra, þið sem eru heilög í Kristi. Og svo fyrir hann að telja upp alltaf óheilega sem þið hafið að gera. En alltaf, hei, þið eru heilög, hæfðu ykkur þannig. Þannig að það það sem Kristur gerir og með því að eiga í samfélagi við hann sem hreinleikinn, sem réttlæti, sem kærleikur, að þá förum við smá saman að nú þegar bara erum við hrein og heilug og lýtalaus. En okkur líður kannski ekki alltaf þannig, en smá saman að þá fer það að verða sterkari og sterkari hluti af okkur, því að það bara smitast yfir frá honum og yfir í okkur. Þetta var kannski, ef við tökum svona mannlega líking í þessu, segjum að Karl konungur í Bretlandi, hann á tvo stráka og þeir eru svolítið á sikkunum staðnum út af ákvörðunum sem þeir hafa tekið. Segjum að annar þeirra hefði verið alltaf með eitthvað vesen og vandræði og pabbi hefði alltaf þurft að koma og sækja hann út í bæ að hann var með eitthvað læti. Svo setur hann niður yfir góðum enskum tebolla og segir, drengur minn, ég vil minna þig á hver þú ert. Þú hegðaði þig svona en þú ert. Hann hættir ekki vera svona konungsins þó að láti eitthvað tjánalega. Þannig að En það óttinn, það nefnilega ástæða fyrir nefnið það, óttinn hjá mannkyninu að vegna þess hvernig við erum, þá sé Guð búinn þá sé hann bara reiður og pirraður og hann sé búinn að yfirgefa okkur. Þessi aðskilnaður milli okkar og Guðs, það bara kannski, það blekking? Algjörð blekking og koma Krists á jörðina og hvernig hann hegðaði sér. Hann var alltaf góður, sýndi náð þeim sem voru að ströggla, þeir sem voru svo kalluð syndarar sem eins og fólk sem var að gera það sem rangt. En þau voru bara þrælar þess. En eina fólki sem hann sýndi hörku, sem hann var reiður við, það voru farisæjarnir. Það voru ekki kona sem var að halda framhjá eða slíkt fólk. Það voru farisæjarnir sem héldu að þeir væru svo ótrúlega flottir og heilagir í sjálfum sér.
án þess að vera upp á Guð komin, án þess að treysta á hans kærleika og náð, það gerði þá dæmandi. Já. Af því að fólk sem hefur háan standard fyrir sjálfan sig og reynir að halda í þennan standard en tekst það sjálfsögðu ekki, það verður annarkvort á dæmir að sjálf sig svo mikið að það verður fullt af fordæmingu og líður ógeðslega illa, eða þá kemst það yfir það og fer að dæma aðra í staðinn, eða og ætlast til að aðrir haldi í rauninni reglur sem þau geta ekki haldið sjálf. Og Kristur var mjög reiður vegna þess að þetta fólk var að teikna upp einmitt vitlausa mynd af Guði sem reiður, af Guði sem smámunasamur. Þess vegna skammaði hann farisíana alveg bara eins og ég veit ekki hvað. Já, og þess vegna tók hann til í musturinu hérna, einmitt, í byrjun páskavikunar. Já. Þetta myndin, já. Og hvað þá, hvernig, þegar Jesús krossfestur, nú myndist við þess á föstudaginn að hann hafi verið krossfestur og hann lagður í gröf, hann deyr sem sagt og hann dó snögglega, hann dó miklu fyrr heldur en kannski, til dæmis ræningirnir sig hverjum við hann og það þurfti að brjóta þeim beinin til þess að þeir gætu ekki lifað allt og lengi þar á krossinum, en hann deyr og hann lagður í gröf. Hvað hefur það merkingu eða þýðingu? Þú byrjar að tala ef við lítum á náttúruna, hvort koma undan ekki eða hænan, þetta allstaðar áður en lífi kemur þá slöknar eitthvað. Þetta bara virðist að vera eitthvað balans og einhver endurspeglun alltaf í öllu kringum okkur. Hvað að gerast þarna? Þegar Kristur deyr? Já. Og þegar hann fer í gröfina, hvað? Já. Hann bara dáinn en engin meðvutund hjá honum? Hann ennþá með meðvutund í sálarlífinu, það ekki í Jú, það náttúrulega þannig að kafli annars þar í öðrum guðsfjöllum sem tala að hann fer niður í hel eins og þú varst byrjaður að tala og leysir fólk þar í rauninni. Já, hvað það, Birgir? Hvað það? Hann fer í hel og leysir fangana sem þar eru. Já. Ég meina, ég ætla ekki að þykjast vita nákvæmlega hvað að gera þarna, sko. Erst þú með einhverja hugmyndir? Ég sé þetta út frá því sem þú varst að segja þann með það sem hann gerir fyrir mannkynið í heild. Að þá á undan honum var stór hluti mannkynsins hefði lifað og dáið og var þarna í handanlífinu. Það var náttúrulega einhver staður sem þeim fór á og hann kemur og hans lífgjöf nær út fyrir gröf og dauða. Ef má segja þannig í orðsins fyllstu. Hann leysir þetta fólk líka úr þeirra ánauð. Ekki bara það sem voru lifandi eða myndu koma eftir hans dag, heldur líka það sem hafði verið undan. Já, algjörlega. Guð gleymdi enginn. Nei, og það einmitt þessi tímalausi faktor sem ég kom inn á síðast. Og þetta hafi gerst í tíma og rúmi að það næri þetta yfir allt mannkynið. Það áhrifin frá dauða og upprisu Krists. Og það náttúrulega, og ef Kristur reis ekki upp frá dauðum, þá kristin trú ónýtt. Eins og Páll segir, sko. Það veldur alltaf því að hann hafi risið frá dauðum og En af hverju það svona mikilvægt? Af því að með því að rísa upp frá dauðum fyrst og fremst Guð að lifa af. Við erum að tala Guð hérna. Af því að hann var maður en hann var líka Guð. Og hann var eitt með föðunum og heilugum anda hafði verið alla einlíf. Þetta var í rauninni, þá var það prófsteinn bæði upp á það hvort að mannkynið hann setti sjálfan sig í rauninni á milli eymdar mannkyns og það að mannkynið myndi bara deyja
og hann kommittaði með því að gera maður sjálfur og svo líka að þá þetta líka spurning, mun þetta bara gera út af við Guð Kristur deyr, af því að hann eitt með Föðurnum og heilugum anda og þarna aftur eru myndir sem við erum að uppgötva eins og bara atómið. Þessi minnsta eining sem reyndar ekki minnsta einingin lengur, skammtafræðin kennur það. Akkurat. En samt sem áður, minnsta einingin í þessum skilningi að atómið búið til úr 3 þáttum, róteindir, nifteindir og rafeindir. Og þessi 3 þættir, að það ekki bara það hversu merkilegir þeir eru eitt og sér, heldur það samspil þessara þátta í atóminu sem gerir atómið að atómi. Og við vitum náttúrulega hvað gerist ef við reynum að rjúfa atóm. Það fer allt í klessu, það bara eins og sprengja. Og það var spurning, mun það gerast? Mun atómið kljúfast? Mun einingin innan Guðs sem þetta kærleikssamfélag, þetta þrenningarinnar, þaðan sem allt líf sprettur, þaðan sem allur kærleikur sprettur, mun hún rofna þegar Kristur deyr. Já. Ég meina, ef hann deyr, þá bara Guð að deyja, alveg, skilur. Þetta já, og þannig þetta kannski að aðeins að snerta á því sem kjarnanni sem var búin að tala hvernig hann sem sannur maður tekur á sig, gerist bara einn af okkur, hann kemur, þetta engu líkt að Guð skuli gerast maður til þess að sameina okkur sér, það bara með ólíkindum. Mér langar, mér varst að tala, þá greip ég aðeins upp bókinu minni, Betri heimur. Endilega. Mér langar að lesa bara örfá línur og kannski fá þess til þess að fjalla þess það nánar. Það segir svona, á krossinum og í gröfinni á laugardeginum sem var í gær, laugardagurinn páskahelgina, voru bæði Faðirinn og Andinn til stafar. Ekki eitt augnablik kom til aðskilnaðar innan hins þríeina Guðs. Þrenningin öll upplifði sársaukann og myrkvið. Þetta vissi Jesús og upplifun hans sem manns væri kannski allt önnur og mun sársaukafyllri. Baráttan mannkynið var nú í aðgleymingi þennan laugardag á páskum. Það var komið að úrslita stundu. Nú var að sjá hvort áætlun Guðs gengi eftir. Og næstu 7 línur sem ég ætla að lesa núna kjarna allt sem var í gangi þessa páskahelgi sem Jesús var krossfestur og lá í gröfinni. Og það eru svona. Fyrir í lífi Jesú Krists frá eilíf fortíðar voru Faðirinn og Andinn. Kærleiks eining hins þríeina Guðs var órofin og hafði verið alla eilífð. Á krossinum kom sjúkdómur mannkynsins einnig inn í lífi Jesú. Þetta tvennt gat ekki þrifið saman. Eining þrenningarinnar og sjúkdómurinn, annað hvort varð að víkja. Ákvæmlega. Það þetta sem þú myndi með þarna hvort að, hvað myndi gerast ef hann myndi ekki lifna við til dæmis, hvað þá? Það væri bara allt búið, Þá hefur dauðinn tekið yfir. Já, bara Guð búinn að vera og mannkynið búið að vera. Já. En í staðinn að þá í rauninni að gera mannkynið heilagt og lýtalaust og þó að við sjáum það ekki þá, af því að þetta eins og hann segir, ríki Guðs, að það mun breiðast út hægt og rólega. Þessi uppgötun mun gerast hægt og rólega. Einmitt. Og svo ef við horfum á bara hvað kemur fyrir Krist þegar hann rís upp frá dauðum, af því að hann er í rauninni búinn að búa til nýtt mannkyn. Mannkyn sem annars vegar ekki lengur bara
menn heldur maður og Guð eitt. Og ég líki svo stundum við malt og appelsín. Já. Að appelsínir, ef við hugsaum það sem maður og maltið sem Guð, ef þú blandar þau saman, þá færðu jólaöl. Það hvorki malt né appelsín, það eitthvað nýtt, ný sköpun. Og það það sem hann hefur gert. Þetta kallast hann hinn seinni Adam. Kristur hinn seinni Adam. En svo mannkynið byrjar bara nýtt. Og núna Guð sem sagt búinn að lyfta mannkyninu upp á sitt plan og við getum fengið smjörþef af þessu strax í dag, en það mun ekki verða, við munum ekki sjá það gerast algjörlega fyrir en seinna. Þegar í rauninni von kristinna manna að himnaríki kemur niður á jörð og öll sorg fer, allt þetta hræðilega fer og við munum lifa í sátt og samlyndi með Guð sem uppsprett okkar og Guð mitt á meðal okkar. Það vonin. Það alveg stórkostleg von og gott að lifa lífinu með þeirri von, sérstaklega þegar allt lítur út fyrir að vera að fara bara niður á þig. Já. Þannig að páskahelgin, það sem Kristur gerir með dauða sínum uppreisn, eða Guð gerir fyrir okkur öll, mannkynið allt með dauða og uppreisn Krists, en hann bara hann búinn að breyta bara öllu leikplaninu, sko. Þannig séð, hann búinn að búa til algjörlega nýjar forsendur til þess að lifa í samfélaginu við Guð. Algjörlega. Hann búinn að opna bara einhverja nýja leið sem að þú og ég og mannkynið allt, við getum núna fetað til þess að sjá og læra og vera hluti af. Algjörlega, og það var þetta sem við upplifðu svo sterkt á fyrstu öldinni, að það var til bara samfélag sem lifðu þetta og sérstaklega á þessum tíma þá var þetta svo öflugur vitnisburður vegna þess að þarna í rómverska veldinu að þá voru ekki löggan passaði ekkit upp á því. Ef einhver stal frá þér eða eitthvað slíkt, þá varst þú bara að verja þig sjálfur. Þá þurftir að treysta á fjölskylduna eða áttu sterka fjölskylduna, það varstu góðum málum. Löggan innan gæsalappa, yfirvöld, voru bara fyrir rómverska ríkisborgara sem voru mjög fáir. Já. Og þarna var til ný fjölskylda Guðs. Og þú varst hluti af henni og þau pössu upp á hvort annað og þessi kærleikur fékk að bara vera í þessu samfélagi og ekki bara í samfélaginu sjálfu, af því að það fullt af sögulegum heimildum frá sagnfræðingum sem voru ekki kristnir sem segja til það hvað hinu kristnu til dæmis þegar það komu einhver sjúkdómur og fólk var að deyja, þá voru það hinu kristnu sem tóku þá sem voru að deyja og hættu lífi sínu til að sinna þeim. Já. Á meðan allir aðri yfirgáfu það. Þeirra eigi fólk yfirgáfu það, en hinni kristnu hjálpuðu þeim. Já. Þessi kærleikur, það var það sem í rauninni upphaflega var til þess að kristindóminn breytist út svona hratt, af því að það var bara þessi vitnisburður svona öflugt kærleik samfélag og sem var byggt á von sem sem til staðar í dag líka. Já, og við vitum það og sagan segir okkur og jafnvel hér á Íslandi að henni kristnu sjúkrahús og stofnanir til þess að sinna sjúkum voru einmitt, það voru henni kristni sem byrjuðu þetta og gerðu þetta. Þetta komið yfir til ríkis eða sveitafélaga í dag, skilurðu víðast hvar í heiminum, en þá voru bara kristni munkar, nunnur eða kristi fólk bara samfélag sem að sinntu þessum hlutum og eru enn reyndar að sinna alls konar líknarstörfum í dag.
en sko ástandi áður en Jesús kemur og jafnvel bara þarna með Rómverjunum og aldrei þarna undan, það var mikil grimmd, það var mikil hatur, það var mikil myrkur, menn fórnuðu börnunum sínum á musteri, á altari segi ég einhverja guða sinna sem að kallaði eftir blóði barnanna þeirra og grimmdi maður gríðarleg. Með komu Jesú þá fara hlutirnir smátt og smátt að breytast. Það gerast hægt eins og segir, en þeir gerast. Og fólk gleymir gjarnan áhrif kristinnar trúar á bara söguna og hvernig hún hefur breytt hugsunarhætti og svo framvegis sko að það gleymist oft. Það gleymist og það vegna þess að þetta hefur náttúrulega eins og margir segja ekkert með Guð að gera, þetta bara svona þroski og þróun sálarlífsins og mér finnst, þú myndist á skammtafræðina quantum physics áðan sem mér finnst alveg dásamlegt að skoða í tengslum með það sem við erum að ræða núna vegna þess að hún varpar svolítið allt öðru ljósi á veröldina bara og lífið og tilveruna heldur en gamla vísindanálgunin, gamla vísindanálgunin og það svo stórkvæslegt að sjá þær breytingar sem að ef við talum breytingar, nú vorum við ræðið á stóra skalanum, tökum breytingu bara sem gerist innra með einstaklingi sem mætir þessum Guði kærleikans því þar kjarnast þessi umbreyting í sinni smæstu mynd, þar bara hjá okkur einum einstaklingi. Hvernig, til dæmis, þú segja okkur bara hjá þér, þegar þú fyrst að mæta og sjá þennan Jesú, þennan Guð svona eins og þú ert búin að vera að lýsa núna, þennan Guð sem gerir þetta fyrir okkur páskahelgina. Hvað gerist innan þér til dæmis? Og ég get náttúrulega talað endalaust það en það er gott. Til að reyna að hafa þetta hnitmiðað sko, að eins og ég var að koma inn á áðan að bara að vera í þessari nærveru sem er kærleikur, sem gnægð, sem líf og bara drekka í sig slíka nærveru og finna bara þetta bros höfuðsins, bros Guðs yfir manni sem yfir okkur öllum. En það bara ætlar að fara í sturtuna eða ekki. Sturtan rennur fyrir þig en þú þarft að stíga undir hana til að upplifa hana. Hann brosir yfir okkur öllum, hann hefur velþóknun á okkur öllum og það er sama velþóknun og Faðirinn hefur yfir Jesú Kristi. Af því að við erum eitt með syni hans, hann hefur gefið okkur sína stöðu í rauninni. Þannig að þessi nærvera, hún breytir manni smá saman. Og kannski best að lýsa því þannig að einhver tímann þá héldum við að jörðin, að sólin snerist í kringum jörðina, ekki satt? Jú. Og þannig við erum í rauninni grunninn ígjörn eða self-centered, rétt orðið sem á íslensku hvað? Sjálfsmiðuð, við erum í grunninn sjálfsmið. Já, eðlilega og nokkulega sem börn, öllu heldur, þá bara snýst, við sjáum ekkert lengra í nefið á okkur og svo þroskast maður eitthvað, en samt sem áður í grunninn, þá þetta minn heimur, minn raunveruleiki, mín búbla og ég mæli allt út frá því. Og svo komst fólk að því að þetta bara öfugt, það jörðin sem snýst í kringu sólina og það svolítið það sem maður uppgötar í nærveru Guðs og þegar hann finnur mann eða maður finnur hann eða hvernig sem maður orðar það, þá bara breytist eitthvað og maður nýnir sér í honum og maður sér að þetta snýst allt hann, þetta snýst ekki mig og líka, þú veist, eins og að ég þurfa að standa mig nógu vel, ég þurfa að gera þetta og ég þurfa að gera hitt. Það svissa samt yfir á hann. Nei, ég þarf ekki að gera neitt. Hann hefur gert allt og hann allt. Og þetta snýst allt hann og maður einhvern veginn gleymir sig bara í honum.
og þannig verður hans kærleikur og hans andi sem hjálpar manni að sjá hlutin í öðru ljósi. Hjálpar manni þegar maður mætir svona skilyrðislausum kærleika og svona ótrúlegum bara gleði og lífi, að þá líka getur maður yfirfært það inn á aðra kringumstæður og kannski einhvers staðar þar sem maður finnur að nú rís upp í mér einhver öfund eða hérna rís upp í mér, já, þessi nú bla bla bla, og þá fer maður bara þarna á þennan stað þar sem hann elskar mann sama hvað, og þá getur maður látið hann í rauninni elska í gegnum mann. Þá svo auðvelt að fyrirgefa, þá svo auðvelt að sjá í öðru ljósi þegar maður sjálfur fær að upplifa slíkan kærleik og slíkan náð. Þannig það speglast yfir á aðra í lífinu manns. Þá hægt að, við höfum rætt þetta mikið það, að við erum öll einhvers staðar á andlegu ferðalagi. Ég meina, við erum andlegar verur. Ég held að allir gerir sér grein fyrir því að við erum miklu meira heldur en bara líkamann okkar og það sem við erum að taka okkur fyrir hendur dagstaglega. Við eigum innra líf, við eigum andlegt innra líf, öll. Og þar eitthvað ferðalagi í gangi. Sumi veita því mikla athygli og sinna því og reyna að rækta það eins og þú ert að tala um þarna. Aðrir gera það kannski ekki svo mikið og allt þar á milli. Og þegar á okkar andlega ferðalagi við sjáum, getum við sagt, augu okkar opnast eða við byrjum að hugleiða og kynna okkur þetta sem þú ert að tala um hér, ertu að segja okkur það að þetta geti þá hreinlega bara nýst okkur í lífinu? Þetta ekki bara eitthvað svona til þess að redda okkur til himna eitthvað tíman eða þú veist, þú heldur þetta bara tæki, þetta lífskraftur fyrir lífið hér á jörð. Það sem við ert að segja okkur? Já, þetta bara breytir því hver þú ert og ef þú ert orðin einhver annar, að þá hegðar þér öðruvísi líka einhver leyti. Þá hefur það áhrif inn í öll svið lífs. Já. Þannig að það ekki spurning. Og breytingin til góðs. Það heyri ég. Já. Og það get ég vottað líka. Breytingin til góðs og þarna náttúrulega kannski það sem fólk bendir þá á, já, en það til fullt af kristni sem svona og sem hinsegin og bla 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 og sem gerir þetta og það alveg rétt. Ég þekki margt fólk sem ekki kristið, sem miklu kærleiksríkari og þroskaðari og í rauninni betra fólk heldur en margir sem kristni. Já, segju tveir, ég þekki það líka. En það ekkert þar með sagt að það séu áhrif kristninnar eða áhrif trúarinnar í lífið þeirra sem gera þau þannig. Ég meina, ímyndaður þá hvernig þau væri ef þau hefðu ekki haft þessi áhrif. Þá væri það ennþá verri. Nákvæmlega. Þannig að þetta hefur góð áhrif alltaf, en svo náttúrulega hægt að í kristninni eins og öðrum trúarbrögðum, þá hægt að detta inn í rauninni sjálfsstyrkun og alls konar svona, skilur bara, ég ætla að standa mig vel og allt þetta sem við komum inn á áður, í stað þess að horfa á hann sem kærleikur og drekka hann í sig, sko. Og þá getur það skila sig í að fólk verði svona meiri svo fariseianir sem náttúrulega ekki gott, en eins og við komum líka inn á, þá það líka oft hluti af ferðalagi fólks. Það svo mun að reka sig á, að það verður þurft. Það verður þurft ef það reynir í eigin mætti að standast öll, vera ógeðslega góð og réttlátt og kærleiksrík, þú getur það ekki sjálfur. Við höfum það ekki ykkur bara sjálf. Nei. Og þetta svolítið eins og maður sem var að drukkna og einhver að drukkna komin á það stig að hann fann að paníka. Þá bara sveiflar hann höndum og fótum út allt. Og þá, ef þú ætlar að bjarga honum, þá þýðir ekkert að koma nálvætt honum. Þá bara hætta hann sláið í hausinn og þið drukkni báðir. Það sem þú gerir, þú býður þangað til hann slakkar á, þangað til líður yfir hann og þá bjargar hann. Já.
og Guð þarf stundum að gera það. Ok, leyfðu þeim bara að reyna að halda þessu standardi og vera ógeðslega góð og allt þetta, sko. Fólk sér náttúrulega, fólk rosalega næmt á hræsni og svona gervi góðmennsku, þar sem fólk að reyna að vera gott en það ekki. Maður bara finnur lykt af því langa leiðið. Já. En þetta samt ekki þar með sagt að þetta fólk sé ekki að gera sitt besta og það bara á sínu ferðalagi og það mun koma af því, það hefur ekki kraft í meira og það bara gefst upp og örvæntir og það drukknar og þá kemur Drottinn, þá það eins konar dauði og það verður eins konar upprís. Og það í andlega lífi okkar líka, við göngum inn í dauða og upprísu stöðugt. Við reynum eitthvað sjálf og deyrða því að við bara getum þetta ekki og lendum í alls konar kringumstæðum í lífinu og hver einasta kringumstæði sem við lendum í gjöf, kennisgjöf frá Guði, hann gefur okkur til þess að þroskast þennan veg og upplifa þetta, dauða og upprísu. Þegar það góða við upprísu að þegar þú hefur einu sinni risið upp á þessu sviði, þá ekki hægt að drepa það lengur. Það nefnilega það, sko. Og já. Segðu mér, þú myndist áðan einmitt á svona sjálfsmynd, mismunandi sjálfsmynd fólks og hvernig Guð grípur inn í hvað myndirðu segja til dæmis við manneskju sem á þessu ferðalagi og átt að sjá hlutunum upp að vissu marki en líður alltaf þannig eins og sé ekki verðu eins og þú nefndir áðan og ég er of vondur og ég er of þetta og of hitt og á ekki þetta skilið og ég er að reyna en mér mistek svo oft og svo framvegis. Hvað er til eitthvað sem að segja, eitthvað ráð til þessa fólks að segja, já, til þess að taka á móti þessu lífi sem Kristur að gera, þessari gjöf, að þú kallar þetta gjöf en ekki svona ekki verk þar sem þú ert að rembast þessu rjúpaminstöðnin. Hvað segir við svona fólk? Já. Því það alveg örugglega einhver að hlusta, sko, sem að gangi gegnum nákvæmlega þetta, sko. Já, einmitt. Já, nákvæmlega. Sko, ég hef náttúrulega sjálfur verið eins sporum fyrir löngu síðan og ég var bara mjög örvæntingafullur af því að mér fannst ég ekki nógu góður. Okay. Og í rauninni og við komum alltaf aftur, jafnvel þó að eins og ég talaði sko, við erum eins og demantur og demantum skín að þá það bara þessi heilaleiki og þessi fegur og þessi kærleikur sem eitt með Guði sem skín í okkur og við finnum það og við vitum það, við samsumum okkur með því eða honum og sjálfsmynd okkar í Guði, í Kristi. En svo bara gerist eitthvað og það getur bara verið bara í daglega lífinu, skilur við gerum kannski eitthvað af okkur eða við upplifum okkur misheppnuð eða bara þreyta bara frá lífinu sem þá eins og að komi skítur yfir hennan demant og við upplifum okkur óverðum, við upplifum okkur misheppnuð. Ég meina þetta kemur fyrir okkur öll og sama hversu öflugur þessi demantur í okkur að þá kemur svona en þeim oftar sem við samsumum okkur við þennan demant og við kærleika Guðs að þeim auðveldara verður það að dusta skítin af og skína aftur og líka þegar það gerist þá panikum við ekki, við vitum já ok, nú sé ég ekki alveg til sólar en ég veit alveg hver staðan ég veit alveg að Guð ánægður með mig, ég veit að hann elskar mig, ég veit að hann brosir við mér svo að mér líði ekki þannig einmitt núna. Við getum það verður alltaf auðveldara en þegar við erum ekki búin að uppgötva þetta einu sinni, þá getur lífið verið mjög erfitt og í rauninni leiðin það bara Guð sem getur sýnt þér þetta og sannfært þig en við getum
bara með því að einblína á orðans og á gjöfina, þá getum við þá verða líkunar meira að það kveikni ljós. Og eins og hjá mér, það sem gerðist hjá mér, að ég bara datt niður á vers í Efesubréfinu, það sem segir að áður en heimurinn var grundvallaður, þá hefur hann útvalið okkur í Kristi til þess að við værum heilög og lýtalaus fyrir honum. Þá var vilji hans, vilji föðursins og velþóknun til vegsemdar dýrðar hans og náðar sem hann lét oss til í sínum elskaða syni. Og ég bara, einhvern veginn, þá datt ég niður á þessu orð og ég var bara kyrr í herberginu mínu og alveg hljóður og hugsaði bara þessu orð aftur og aftur og þá var eins og Guð hvíslaði að mér: þú ert heilagur, Birkir. Og ég bara, hvað meinarðu? Af því að það var ekki bara þess að, já, þú ert heilagur, það heldur bara inn í kjarnaðinn, þú ert heilagur, þú ert lýndalaus, þú ert bara stórkostlegur. Og ég bara, nei, mér fannst þetta bara að vera guðlaus. Já, þér leið ekki þannig. Nei, mér fannst þetta að vera algjört, ég upplifði þetta eins og guðlast, samt vissi alveg guðfræðin á bakvið þetta, að það væri rétt, þú veist, við syngjum á þessum tíma, þá syngjum lag eins og, við erum útvalin lífur, heilög og lýtalaus og allt svoleiðis, sko, en ég trúði því aldrei, ég trúði því ekki, og ég skildi það ekki. Þarna bara, jú, þú ert það í alvörunni. Og bara næsta árið, þá var ég bara, skipti sem ég komst í það að vera einn í herbergi, þá bara fór ég bara drakk þessi orð í mig og þá bara búm, var ég í þessari kærleiksríku nærveru. Ég þorði ekki að segja neinu frá þessu, ekki einu sinni nánustu vinum mín, ég var svo hræddur þetta myndi bara hverfa. Og þannig kom þessi grunnur í mér, en svo bara rosalega misjafnt hvernig fólk kveikir á þessu og hvernig það viðheldur, eða hvernig Guð viðheldur þessu í líf okkar. Þetta er ferðalag og við erum að uppgötva hver við erum og þá uppgötum við hver hann er. En hann er ekki með okkur. Akkurat, en það sem búið er að koma fram, að þetta verk Guðs með krossdauða og upprisi Jesú Kristi á páskunum opnaði þennan möguleika, þessa dyr, þessa sýn, þennan reynsluheim, býður öllum þennan reynsluheim. Þetta er ekki fyrir einhver að fá á útvalda, þetta er mannkynnið allt sem er undir. Já, og núna eru bara dyrnar opnar fyrir hvern sem er að upplifa velþóknun og gleði og nærveru Guðs og ef þú getur bara séð fyrir þér þegar Kristur var að skýra við Anna, þegar hann var að byrja þjónustu sína, að þá opnaði himinninn og það kom rödd frá himni, þar sem faðirinn sagði: þetta er minn elskaði sonur, ég hef velþóknun á. Og ef þú getur bara ímyndað þér hvernig þessi tilfinning var, þegar Kristur var þarna og hann sem mundi eftir þessu samfélagi og upplifði þetta samfélag við föðurinn stöðugt og þarna kom þetta samfélag þarna til að allir aðrir getur heyrt það líka. Það er engin blettur í þessu samfélag, það er engin vonsvik, faðirinn er ekki á nokkurn hátt vonsvikinn með soninn, sonurinn ekki með föðinni, þetta er alveg fullkomið traust, fullkomið. Engin skuggi. Og ímyndaði er að þú sért þarna í þessari stöð og faðirinn segir þetta við þig vegna þess hafi staðan sem hann hefur gefið þér. Hann hefur gefið þér sömu stöðu og Krist. Hann hefur tekið þig inn í samfélagið, þetta náma kærleik samfélagsi með því að gera þig eitt með Kristi.
og það gerist ekki dauða og upprissu Jesú Krist. Það ekkert með það að gera hvað þú hefur gert eða ekki gert, heldur þetta bara gjöf til þín, til þess að þykja og upplifa og gleðjast í. Þetta það sem Jesús sagði það ekki, hann sagði ég í ykkur, þið í mér og ég í föðurnum. Hann og það var einmitt búin að sameina Guð sjálfur gerist maður til að taka mannkinu og sameina það sjálfum sér, gera okkur dýrleg í sér, pældi því maður. Og í rauninni þá það raunur Guðs að sýnilegi heimur og hinn ósýnilegi andlegi heimur hans verði eitt. Þannig að þegar við horfum á Jesú, þegar hann var upprisinn, að þá gekk hann í gegnum veggi, hann fór og hann hvarf. Og þarna komum við aftur í skammtafræðin. Þetta nú bara eitthvað bull, sko. En skammtafræðin gefur í skyn að þetta mögulega hægt. Hann var komið með dýrðar líkama, en hann var satt með líkama, hann var ekki, hann tók það fram, sko, lærisveinarnir héldu að hann væri bara draugur, en hann sagði, ég með líkama, sjáðu þið hérna sárið í síðunni, ég með fisk og ég skal borða hann, ég með líkama, samt gengur hann gegnum veggi og hann fer og hverfur. Og við eigum eftir að fá þennan svona dýrðar líkama, það sem við getum flogið eða farið gegnum veggi og við verðum aldrei veik og svo framvegis. Þannig að hið sýnilega og hið ósýnilega verður sem sagt eitt. Og ég meina, þetta hljómar náttúrulega eins og vísindaskáldsaga og við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta verður. Þetta quantum physics skálsaga. En þetta vonin. Þetta vonin. Þetta alveg stórkostlegt. Þessi mynd og ég meina, það þetta að lesa þetta í Biblíunni, hvernig Jesús birtist, og í Markúsi þá segir hann hafi birst þarna nokkrum eftir upprisuna í 16. kapla Markúsa, sem síðasti kaplinn hjá Markúsi. En bara þessi sýn segir okkur strax aftur það sem vorum að ræðum á þann, fyrst í hennu náttúrulega og síðan hennu andlega. Þetta svona samsvörun, þetta rökrétt framhald. Ef annað borð til líf, skilurðu, eftir dauðan, að þá þetta rökrétt framhald, og þetta breytir náttúrulega alveg því hvernig þú lítur sko handan lífið. Algjörlega. Og þú þarft ekki að vera með kvíð og ótta. Einmitt, og það ekki það að skilurðu þú verður einhver engill, þannig að einhver stærri, einhver óskilgreindu himnaríki með einhverja hörpu, eða margir vonast til að sjá ástvini sín aftur, þannig að en veit ekki hvernig það lítur út og eitthvað svoleiðis. Það verður himnaríki á jörðu og ástvinir okkar verða á jörðinni í svona fullkomnu líkama og við líka, og við fáum loksins að upplifa lífið eins og Guð ætlaði okkur að upplifa það. Og þá Guðsríki komið á jörð eins og á himnum. Nákvæmlega. Þá rætist bænin sem Jesús sagði. Tilkomið þitt ríki á jörðu sem á himni. Vá. Þetta náttúrulega stórkostlega falleg von. Þetta hinn kristna von. Þetta hinn kristna von. Já. Og þetta að biðja eitthvað betra fallir en það? Ég veit ekki, ég hef ekki fundið allavega. Ekki heldur. Og eins og ég segi, sko, vel, þetta njómi ótrúlega og allt það. Fyrir fólk sem hefur ekki upplifað nærveru Guðs, og svo líka, við erum bara að giska á mörgu leyti. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig það lítur út frekar en aðrir. Nei. En það sem það hefur, það þetta samfélag, þetta kærleik samfélag við Guð, þannig að þá maður skilja ekki allt, þá veit maður að ég veit að hann raunverulegur og skilur, bara kjarnin í mér, ég fundi kjarnan í mér, ég veit hver ég og hann það. Og það getur enginn sagt neitt annað, skilur við. Hann raunverulegri fyrir mér heldur en það sem ég sé með augunum. Já. Sko, þetta svo rétt og þetta svo mikilvægt, og þetta ferðalag okkar, sko,
ég held að þú sett alveg á sama stað og ég með það orðið sko að ég trú ekki einu svona Guð sé til, ég bara veit það. Já. Ég veit hann það er ekki þetta að taka það burtu, það er ekki þetta að taka frá. Það er faktist það eina rökrétt í veröldinni að hann sé til. Það er bara svoleiðis. Það þarf eiginlega meir trú til þess að trúa ekki að það sé eitthvað aðri máttur heldur en að hann sé til. Í rauninni. Og það er bara meiri út til þess í mínum huga. Já. En ég skil fólk lendir í vandræðum vegna þess að ef það trúir, hvað þýðir það þá fyrir mig? Þú veist, þegar ég það ábyrgð gagnvart einhverjum og svo kemur öll þessi flækja og hvernig á ég þá að ákveða að hann skilur hvaða trúarbröð á ég að velja af öllum þessu sem eru til og svo framvegis. Ég skil þetta og miklu auðveldara að segja Guð er ekki til, ég vil bara glemma þessu skilur, ég skil það fullkomlega. Þess vegna þarf fyrst að vera til staðar þessi tenging, þessi andlega tenging. Svo getur maður þá fundi út úr hinu bara, við erum öll svolítið að fálma í myrkrinu með hitt sko. Það er bara eins og það er. Já, það er eins og það er sko. Og bara, þú nefndir áðan sko, svo fullt af sko góðu fólki sem er ekkert endilega Guðstrú í hjarta sér, skilurðu, en er bara gott, sólid fólk. Já, og svo bara andlega þenkjandi fólk líka sem er miklu næmari andlega heldur en margt kristið fólk. Og er komið miklu lengra í ferðalaginu ef svo má til orða að koma. Og ég stafærður skilur að Kristur er skýrasta opinberun hver Guð er og enginn kemur til föðursins nema fyrir hann. Það er fullt af fólki sem að snerta föðurinn í gegnum hann á þess að fatta hann. Á þess að vita sé hann, meinarðu? Já, á þess einmitt, á þess að skilgreina það þannig. Já, en það er samt hann. Já, algjörlega, bara kærleikur, hann er gleði, hann er líf, ef þú upplifir þetta, þá ertu að upplifa hann. Já, Birkir, nú erum við búin að fjalla þetta og ég veit alveg að við getum fjallað þetta allan dag sko, en við erum komin eitthvað yfir klukkutíman okkar núna. Þessi þættir allir í þessari viku bara fóru á lengdina svolítið og það verður bara að hafa það því að þetta er bara mikið efni og við erum ekki einu svona að klára það sko. En ef við förum að vinda þetta niður núna og taka þetta saman, þú myndist núna á að Kristur er en fullkomna birtingarmynd Guðs á jörð. Hann er ímynd hins ósynlega Guðs. Já, bara segðu okkur aðeins meira þetta bara í svona í 1-2 mínútur bara hvað þýðir þetta því að við vorum sköpuð í Guðsmynd, segir Biblíun okkur. Sú mynd af Guði hefur í gegnum aldirnar ekkert alltaf verið mjög falleg og kannski það þess vegna sem að við höfum verið það sem kallað svona projection, við höfum varpað okkar eigin mynd yfir á Guð hvernig hann er. Við höfum gert Guð í okkar mynd sko. En hann er bara einhvern veginn allt öðru en við höfum tölum hann sem einhvern svona reiðan og pirran og grimman og eitthvað svoleiðis og bara, fjarlægan og aðskilin og allar þessi pakki. Hvernig er Kristur hinn fullkomna ímynd eins og ósýnilega Guðs? Hvernig birtist hún okkur? Við vitum kærleikann sem við vitum hann var góður. En hvað hjálpar það þér og mér að vita hann var svona? Það þýðir meðal annars það að Guð stendur með þér. Sama hvað. Ekki byggt á hvað þú gerir eða hver þú ert eða hvernig þú hegðaðir. Hann stendur með þér. Hann elskar sama hvað. Eins og Kristur elskaði, jafnvel þó að hann fari í dauðan, hann setur sjálfa sig algjörlega í söluna fyrir þig. Hann er tilbúinn til að gera, þú veist, hvað sem hann þarf til að lyfta þér. Hann er alltaf, hann efni sín ekki, hann sagði,
fyrirgefum, þau vita ekki hvað þau gera. Hann hefni sín ekki þó hann átti ekki skilið svo sannarlega að vera krossfestur. Hann hefndi hann sig? Nei. Ekki. Þannig að Guð hefni sín ekki, hann ekki reiður við þig, heldur hann elskar þig eins og þú og nógu mikið til þess að leiða þig inn í hver þú raunverulega ert, ef þú vilt það, ef þú ert til í það, en hann neyðir þig ekki til þess. Nei. Og þannig að krossdauði Krists var ekki hefnd föðurins? Nei, alls ekki. Faðirinn þjáði sjálf mikið og Kristur sjálfur. Faðirinn var í Kristi að sætta heiminn við sig, sætta í rauninni mannfólki við sig. Þannig að hann var ekki að refsa Kristi þá fyrir eitthvað sem við höfum gert? Nei. Alls ekki. Nei, ég er sammála því. Þá fer bara til myndin á hvolf. Guð getur ekki refsa syni sínum sem hann elskar endalaust. Hann myndi ekki gera það og þeir eru gjörsamlega eitt. Þannig að faðirinn var í syninum og andinn var í syninum og þjáði sjálf mikið þegar hann var á krossinum. Sko, einmitt, sko, ef við lítum í upphafið sköpunarsöguna sem að gefur okkur svona myndinu því hvernig þessi samskipti og sköpun átt sér stað eða hver tilgangurum var, skulum við segja, að ef að, og það er búið að segja ef að í þar stæði, þið með ekki borða þessu tréna, þið verður að vera svona og ef þið gerir það ekki, þá mun ég deyða ykkur, skilurðu? En svo elskar hann okkur svo mikið að í stað fyrir að deyða okkur, þá deyðir hann Jesús í staðinn. Þetta er reynda mynd sem margir hafa af Guði og þessu samskipti. Ég hafði þessa mynd mörg ár. Þú hafði þessa mynd í mörg ár? Já, algjörlega. Þetta er bara það sem hann var kennt og þetta er ein leið til að horfa á þetta. Ein af leiðunum innan kristninnar sem hefur verið til staðar, ég held að við erum fyrst í kringu 400 eftir Krist sem þessi kenning fór að bera á þessari kenningu. Fyrstu aldinar þá var þetta ekki til staðar. En svo skiptist eiginlega í kirkjusögunni, þá skiptist eiginlega í tvennt. Miklu minni hlutin fór að trúa þessu en annar hluti trúðu þessu ekki, en það var ekki, það var pláss fyrir hvort tveggja. Það var ekki eins og þeir sögðu að þið eru bara, þetta er kolvitlaus hjá ykkur og þess vegna eru þið ekki kristnir, það var ekki þannig. Það var pláss fyrir báðar hugmyndirnar innan kristninnar, en þetta var miklu minni hluti sem trúðu þessu svona, þetta í rauninni refsikerfi, þetta svona Guðs dómari í stað þess að trúa í rauninni að Guð sé hafi í Kristi sigrað. Í Kristi sigraði Guð yfir dauðan, yfir synd, yfir eymd mannkyns og það var miklu stærri hluti sem trúðu því þarna 300 eftir Krist eða 4 en svo í mótmældatrúinni að þá tók þetta algjörlega við, þetta að í rauninni að líta á þetta eins og svona dómari, bara lögfræðingur. Og þetta er það sem mannkynið gerðir og það þarf að borga fyrir það og þetta er borgað með þessum hætti. Þetta var ekki hugsunarhátturinn á fyrstu öldinni. Þessi hugsunarháttur var ekki til staðar. Nei. Enda sko, ef skoðum aftur sköpunarsöguna, þá stendur hvergi það að hann muni deyða þau vegna þess að þau hefðu gert rangt. Það stendur einfaldlega, og það gefið algjörlega til kynna, ef þið rjúfið kærleikslegum á lífsins, ef þið slítið ykkur frá mér, ég er uppspretta lífsins. Afleiðing þess að hafa ekki lífið er dauði, náttúrulega. Náttúrulega, ef þú keyrir vinstra megin á veginum, þá endar á því að þú lendir í bílslys. Já. Og það er það sem Guð var bara að segja, hann bara varaðu við afleiðingar þess að vera ekki í mér leiði til dauða vegna þess að ég er lífið. En þið hafið frjálst val, þið megið velja. Og þá segi ég, ef við megum velja, og það er engin þvingun í því að verða að fylgja Guð, þá er heldur ekki hægt að refsa okkur fyrir það, eða Jesú.
Hann getur ekki tekið, það er engin refsing í gangi. Með öðrum orðum, það sem þú ert að segja okkur þá og við erum að spjalla hérna er að þegar við segjum að Jesús hafi dáið fyrir okkur, þá ekki vegna þess að Guð ætlaði að deyða okkur í staðinn en refsingin kom niður á Jesú, heldur að deyja fyrir okkur að hann tekur allt það mannlega, alla mannlega sorgseika og eymd og sjúkdóma og ástand á sig til að opna leiðina til föðurins og gera það mögulegt að við sameinumst Guði í einu og öllu. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið þangað sem við viljum fara. Algjörlega, og í rauninni taka huluna af augum okkar, að við sjáum að Guð ekki óvinur okkar, heldur hann okkar megin. En þú veist, þetta alveg tvennt ólíkt. Hann hefur gefið okkur allt. Fyrst hann gaf okkur sinn eigin son sem hann elskar meiri en nokkuð annað. Því skyldi hann þá ekki gefa okkur allt með honum. Já, einmitt. Þetta vers úr Biblíunni. Jú, akkurat, sko, þetta stórkostlegt. Því skyldi hann þá ekki gefa okkur allt. Hann gefur allt og þetta Guð. Hann gefur og gefur og gefur og gefur. Hann elskar og elskar og elskar og elskar. Og þú reynir að drepa hann, bara reyndu það. Allt í lagi, hann bara rís upp. Það ekki hægt að drepa kærleikann. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta náttúrulega, þetta ég get ekki betur séð en þetta sé hinn biblíulega mynd nákvæmlega því sem gerðist. Fyrir utan það þá þetta bæði rökréttari mynd, fallegri mynd, heilbrigðari mynd og sýnir okkur að Guð, eins og þú segir, gjafari. Hann ekki refsari, hann gjafari. Og það það sem fólk lendir í vandræði með þegar það fer að hugsa Guð sem þetta verður svo mikið tvöfaldur Guð, þannig að fólk upplifir þess að náðina kærleik og svo refsingu og það bara meikar ekki sens og það bara alls ekki í takti við þennan kærleika sem ég upplifi í samfélaginu með Guð. Það sem fólk að rugla saman, það eigið samviskupið. Það þegar demanturinn verður svartur og því líður illa, þá það eigið samviskupið. Ein rödd sem segir, þú ert ömurlegur, þú stendur ekki nógu vel. Og það heldur þetta sé rödd Guðs. En þetta ekki rödd Guðs. Rödd Guðs alltaf kærleikur, alltaf ljós, byggiði alltaf upp. Gefið þér alltaf von. Ef það ekki von, ef það ekki kærleikur, ef það ekki ljós í þessari nærveru, þá þetta þín eigin samviska eða eitthvað annað, þetta ekki Guð. Vá. Já. Hann bara góður. Hann bara góður. Já. Það ekkert öðruvísi. Heyrðu, þetta var, það gott að enda þarna, Birkir minn, á þessu spjall okkar og við fáum nú örugglega að fá þig heimsókn aftur seinna einhvern tímann til að spjalla meira, það ekki? Jú, við náttúrulega erum alltaf að spjalla Halldór og allt í lagi að leyfa fólki að heyra okkur spjalla líka. Mér finnst það og ég veit að fólk hefur gaman að því líka og gott, þannig að þetta besta mál. Já, takk fyrir þetta allt saman, vinur minn, innilega og bara kveðja til þína fjölskyldu og gleðilega hátíð og allt það. Gleðilega hátíð, já, Kæru vinir, þá ætlum við að ljúka þessum páskaþætti og þessum umfjöllunum páskavikuna hér og nú og við ætlum að biðja saman þeir sem að vilja og geta. Faðir vor, þú sem ert á heiminum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guðs blessun og gleðilega hátíð til ykkar allra og ykkar fjölskyldna.